Já, hérna hefum við þessa upprifjun vegna verkefnisins númer 16 það ekki, það var hraðastýring. Já, sko, hérna höfum við á fremstu síðunni bæði stýrirásina og kraftrásina fyrir þetta, en það er aðalega kraftrásin sem við erum að spá í. Og við ætlum að athuga hvað hérna er verið að tala um. Hérna er verið að sýna sem sagt mótor snúðrásina í mótornum og segulvafið. Þakka fyrir, ég held ég væri með þetta í lagi. Og þannig að 3 og 4, það er tengingin sem við þurfum að setja inn á þetta hér, 3 og 4, og 5 og 6, það er þannig að við samnýtum díóðu 1 og 2 fyrir bæði að útbúa strauminn fyrir snúðrásina og fyrir segulvafið, fyrir 5 og 6, vegna þess að D1 og D2 eru tengt hérna með týristórunum, týristór 1 og 2, til að búa til brúna fyrir strauminn í snúðrásinni. Snúðrásin fær straum frá D1 og D2 og týristór 1 og týristór 2, og segulvafið, hérna felt 5 og 6, það fær líka straum gegnum díóðu 1 og díóðu 2 og díóðu 11 og 12. Það eru sem sagt hinar 2 díóðurnar í brúnni. Þannig að það eru 4 díóður fyrir segulvafið, og þess vegna þá fáum við sem sagt svona spennu, jafnspennu, með 4 díóðum brú beint inn á segulvafið. Svona lítur spennan segulvafsins út. Og þannig að þetta er jafnspenna frá heilbylgju afreiðisbrú. Og þá erum við búin að svara spurningu hérna hvernig snúðrás mótorsins tengist punktum 3 og 4 og segulvafið tengist punktum 6 og 5, og hvernig spennu mótorinn fær fyrir segulvafið í gegnum hvaða íhluti kemur svo spenna. Það voru búin að svara, og reyndar skulum við telja það upp hérna. Það er náttúrulega í gegnum díóðu 1 og 2, díóðu 11 og 12, og svo er þessi L2 og L3, þetta eru truflanadeyfi spólur hérna, sem að þetta fær allt saman, og K, sem sagt, þennan K segulvafa hérna. Hann þarf líka að vera inni svo að segulvafið fái straum, eða fái þessa spennu. Þannig að það er allir þessi íhlutir hér. Þannig að þá erum við búin að svara því. Síðan er D-liður hérna, sjá mynd 1.5, hve mikið er hægt að breyta spennunni á punktum 3 og 4, og það er sem sagt 3 og 4, breyta spennu inn á snúðinn, og þá hérna þurfum við að reikna það út. Þetta er D, hve mikið hægt að breyta spennunni, og við 180 gráðum það gefur hérna stýringin 0 volt, en við fræðilegt 0 við 0 gráður gefur stýringin 198 volta meðalgildi jafnspennu út. Þannig að þá setjum við bara inn í þessa formúlu hér, sem við erum með kósinus af 0 gráðum hérna. Þá fáum við hæstu mögulegu spennu, sem sagt, ef við erum með 220 volta spennu sem var merkt hérna inn á myndina hérna, 220 volt. Það er svona að reikna við út frá því, en ekki 230 voltum. Ok, þið eru með það á hreinu, engar spurningar varðandi þetta, getið reiknað þessa spennu út, hvernig sem er. Ok, hérna það var einhver auka spurning hérna í C-lið, hvað er D3 kölluð og hvernig lýsir svo bílinn sér
ef hún skammhleypt á að tilgreina virkni mótorsins og mælingar á tengingum 3 og 4. D3 hvað er nú kölluð? Það er þessi hérna díóða, D3. Sjáu þetta? Og það þið eru líka með blöð. Hvaða díóða er þessi D3? Hvað köllum við hana? Já, þetta straumskipti díóðan, og ef hún skammhleypt að þá mælum við bara hvað, hérna milli 3 og 4? Já, 0 volt, alveg rétt. Þá getur hún, þegar brúin ekki gefið út neina spennu, og við lentum einmitt í svona bilun að sannsagt mótorinn var rangt tengdur við stýringuna, þannig að það fór allt of mikið straumur og hérna það var skiptum týrstjór 1 og týrstjór 2, og svo þegar það var búið þá skildum við ekkert í því að það kom engin spenna hérna út, og þá tókum við D3 og mældum hana aftur, og þá var hún skammhleypt. Síðan skiptum hana og þá var allt í lagi. Þannig að ef að eitthvað svona gerist þá þarf maður alltaf að kanna með straumskipti díóðan líka hvort að hún í lagi. En sem betur fer þá eyðilögust ekki týristórarnir hérna, það var farið það varlega þegar það var verið að prófa hvort að rásin væri í lagi. Þeir hérna gáfu bara bullandi straum hérna í gegnum skammhleypið þegar það var búið að skipta þá og rásin var prófið. En ok, þannig að mótorinn hann snerist ekki, hann feng enga spennu frá 3 og 4, og það var mjög lág spenna sem mældist milli 3 og 4 þegar prófað var að ræsa, og síðan var viðnámsmælt með pluspól frá mæli í mínuspól brúar á tengipunkt 3, og viðnámsmælingi milli 3 og 4 sýnir mjög lágt viðnám Ok, þetta var málið. Síðan hérna næsta atriði hérna erum við með týrstóra rás, eitthvað dæmi að það beðið hérna í þessu að teikna kraftrás, það segja týrstór og álag við þessa mynd hérna, og sína hvernig hún tengist reiðspennugjafa og stýrirásinni hérna, þessari stýrirás hér, og reyna að koma teikningunni fyrir við hliðina á þessari mynd, og í rauninni fenguð þið svarið hérna með, þannig að það bara beðið að gera þetta hérna. Svarið komið þarna hjá okkur, það ekki? Já, þannig að við þurfum ekki að doka neitt við það, því að það komið hérna, þetta þá svarið við því, og já, síðan hérna B tengir sveiflusjóna yfir 220 kΩ mótstöðuna, neðst hvernig lítur sveiflusjónmyndin út og hver stóra spennu sýnir hún. Við reiknum að L1 og L2 ennið séu 230 volt, 50 reið. Þetta hérna, það að spá í hvernig lítur spennan út yfir 220 kΩ viðnámið við 230 volt. Og hún myndi þá líta út svona eins og rauða línan sýnir. Eru þið með þessa mynd líka? Þið eru náttúrulega ekki með lit á því. Eru ekki með þessa mynd? Já. Og hins vegar í bláa línan hérna, það væri spennan yfir punkt 5 niður í mínus. Þetta væri bara í rauninni spennan yfir viðnámið. Það rauði ferillinn hérna. Ok, og það þá sýnt hérna hvernig sveiflusjáin væri tengd. A-kanallinn væri tengdur hérna yfir 220 kΩ viðnámið, og B-kanallinn hann væri tengdur þannig að við myndum sjá spennuna yfir díóðurnar, sem þá punktur 5, og jörðin þá tengd annars vegar hér á A, og
jörðin á B tengd á mínuspólinn. Það ekki hægt að taka svona mælingar hjá okkur inn á sveiflusjárnar sem við eigum. Það bara hægt að gera þetta í Multisim. Vegna þess að jörðin er sjálfstæð hérna á A-kanal annars vegar og svo önnur sjálfstæð jörð hérna á B-kanal. Þannig að þess vegna getum við fengið fleiri myndir svona saman á skjáin. Ok, þetta var þessi spurning og spennan, hún reiknuð út hérna. Það við sjáum sem sagt max spennuna sem sagt, það riðspennan inn 230 voltin sinnum rótina 2 og svo mínus 1 díóðspennufall. Þannig að það væri max spennan sem við myndum fá yfir viðnámið. Þið eru með þetta á blaðinu, eða ekki? Eða ekki? Nei, þá skal ég gefa ykkur tíma til þess að fá þetta. Við færum þetta aðeins ofar hérna svona. Jæja, hér sem sagt í C-lið að hér talað að það vanti spennu á segulvafið á mynd 1, 2 þessa hérna og það ekki bara búið að laga það á næstu mynd fyrir neðan. Og það sem sagt eru 2 díóður sem við höfum til umráða og við höfum að bæta þeim inn á myndina. Þannig að maður fái óstýrða heilbylgju afröðum fyrir segulvæðir. Þetta bara það sama sem við vorum að skoða fyrst þarna áðan og samnýttar 2 díóður en núna eru díóðurnar að ofanverðu í brúnni, sjáu þið. Þannig að við þurfum að búa til mínuspól með 2 díóðum í viðbót, sjáu þið. Það þurfum að tengja þér hérna fyrir neðan. Þannig að þið eru með þetta svarað, ekki? Ok, já. Hvað var svo hér næst? Einhver D-liður hérna á mynd 1, 3 afröðun ásamt díóðan D5 sem á að virka sem straumskipti díóða. Snýr díóðan rétt? Skulum sjá, ætla það sé hérna. Þessi díóða D5, hún snýr ekki alveg rétt, er það nokkuð? Hún myndi leiða bara strauminn hérna beint niður í gegnum sig og álagið fengi ekki nema 0,7 V spennu. Og svo myndi hún hindra strauminn sem að kæmi frá álaginu þegar að álagið yrði að spennugjafa. Var þetta svar komið? Já. Næsta mál á dagskrá. Hérna eru 2 afreiðunarrásir. Þær gefa okkur breytilega jafnspennu yfir álag og við höfum hálf- og heilstýrðar rásir. Og hvernig breytist jafnspennan í þessum afreiðunarrásum þegar kveikjuhorninu er breytt frá 0 til 180 gráður? Og þannig að við þurfum að nota þessa formúlu hérna til þess að útskýra mismuninn á þeim. Og sem sagt að hálfstýrða brúin, hún gefur dvínandi jafnspennu allt sviðið en heilstýrða brúin, hún gefur dvínandi spennu niður í 0 volt við 90 gráður en síðan gefur hún neikvæða pólun og vex í 540 volt við 180 gráður sem gefur álaginu færi á að senda afl tilbaka inn á netið. Voruð þið með þennan texta? Ok, þá ágætt að hafa hann með og þá skulum við bara halda áfram að fara yfir sem sagt þetta
efni. En á þessari töflu hérna sjáum við munin á hálfstýrðu brúnni meðan við 0, 30, 60 og svo framvegis upp í 180 gráður, hvernig spennan breytist á hálfstýrðu brúnni annars vegar og hins vegar heilstýrðu brúnni þegar við erum með 0 við 90 gráðnar og förum svo niður í mínus 540 volt við 180 gráður og þá erum við að senda afl tilbaka inn á netið frá álaginu. En við 90 gráður þá er mismunandi útlit á spennunum eins og við vorum með 30 gráðum þarna í prófunu síðast að það var líka mismunandi útlit og hérna erum við með einhverja meðalspennu við hálfstýrðu brúna en í heilstýrðu brúnni þá erum við með 0 volt og jafn háa jákvæða og neikvæða spennu, þess vegna erum við með meðalgildi 0 og þetta eru þið með, það ekki? Já, þá skulum við athuga meira hérna. Sko í F-lið það er talað að týristorárásir getur unnið í svo og svo mörgum fjórðungum. Í hversu mörgum fjórðungum getur rásinn á mynd 1.4b hérna þessu unnið þessi hérna og að röggsíða svarið og teikna skýringavind inn á þetta hérna og hún getur nefnilega unnið í fyrsta og fjórða fjórðungi og í fyrsta fjórðungi þá kemur afl frá neti yfir á lag og þá er straumur og spenna jákvæð og það er ríðandi við erum að fá þess að plús hérna og straumurinn að fara niður hérna í gegnum álagið og straumurinn fer í sömu átt hérna í gegn þegar að álagið breytist í spennugjafa og í það gerist þá í fjórða fjórðungi en póluninn breytist þegar að álagið verður spennugjafa þá verður plús hérna neðanverðu og þess vegna er það fjórði fjórðungur spennan hún snýst við hérna en straumurinn verður áfram sá sami þess að spanálagið framleiðir þá afl í fjórða fjórðungi sem brúin skila tilbaka út á reiðspennunetið. Voruð við með þetta svar? Nei? Straumurinn er sömu átt. Já. Og þannig að hvað kemur hérna áfram svo? Það er spennustillin. Það er hérna talað spennustilli og við eigum að prófa virkni hans og það er spurt hvaða spennugjafa og mælitæki þarf að hafa við hendina og þá teikna kassamynd sem sýnir tengingar mæla og spennugjafa við spennustillin og útskýra kassamyndina í nokkrum árum. Þannig að þetta er svona upprifjun úr mælingaverkefni 17. Þannig að ef maður þarf að prófa spennustillin, þið eru með þessa mynd hjá ykkur, er það ekki? Já. Að þá tengir maður stóra ljósaperu við það sem að segulvafið ætti annars að tengjast við X og XX. Stundum á öðrum spennustillum er það merkt með F. Það er kannski vegna þess að það er kallað fíld. En síðan er raungildið, það kemur hérna 2 og 3 og þar værum við með spennugjafa, breytilega spennugjafa, bara einfasa, þar sem við getum prófa hvernig spennustillin bregst við þegar við hækkum spennuna hægt og rólega inn með raungildi frá rafala og hérna værum við með 3 fasa spennu frá einhverjum 3 fasa spennugjafa, til dæmis eins og við byggjum hana til með 3 einfasa spennugjafum sem kemur í staðinn fyrir 3 fasa sátur sísegul rafala og það þarf að koma hérna inn til þess að búa til þessa ófullkomnu 3 fasa afriðaða spennu þannig að það sé 0 í spennunni svo að við getum slökkt á tilstofnum á milli. Þannig að það þarf að setja þetta svona og hér er bara texti yfir það sem ég fór í gegnum.
það er bara þetta. Er eitthvað fleira sem við höfum að skoða svo hérna? Hvernig myndast stýripúlsinn fyrir SCR, sem er stýristórinn á mynd af blaðsíðu sem er sennilega þið eigið, en hún hefur sennilega ekki prentast út með í þessu. Og við getum skoðað það á þessari mynd hérna. Þetta er myndin sem við eigið í bókinni líka. Hún er sennilega hérna aftast hér, hjá mér allavega. Ég hef sennilega ekki prentað hann út. Þetta er blaðsíða með merkt 7 og þá er það þessi hluti hérna af stýrirásinni sem við erum að tala um, hvernig sem sagt að stýripúlsinn myndast hérna í þessu hér. Nei. Jó, það getur verið þessi neðst. Já, þá eru þið með eins mynd eins og ég er með á blaðinu hérna hjá mér. Já, það er hérna þessi mynd hér. Þið eru með þessa, er það ekki? Já. Að stýripúlsinn hann myndast sem sagt hérna með í rauninni því að við fáum straum í gegnum transistor 2 og hvað stjórnar straumnum í gegnum transistor 2? Jú, það er sem sagt beistraumnum er stjórnað með transistor 1. Það er þannig að við vorum með þessa formúlu fyrir spennureglin, þannig að ef að raungildið hækkaði inn, þá lækkaði spennan milli beis og emitter og svo öfugt. Ef að spennan lækkaði inn á R6, að þá hækkaði beis emitter spennan og þá hefur það áhrif hérna, þá myndi þessi transistor 1 draga meiri straum hérna niður og þar alveg dregur hann meiri straum í gegnum beisrásina á transistor 2 og þá er transistor 2 fljótari að hlaða upp þéttin C5. En þess að transistor 2 hann hliður upp þéttin með mishratt eftir hvað þörf er fyrir sem sagt mikilli spennu og miklu segulmögnunarstraum sem sagt. Og þegar að þéttirinn C5 er komin upp í brotspennu unidjónsins transistorsins, hérna transistor 3, að þá opnar unidjónsins transistorinn hérna yfir á beisinn hérna og gefur okkur púls hérna inn í gegnum R18 hérna inn á stýriskaut á stýristjórnum hérna SCR1. Og R13 er hérna hliðtengt yfir til þess að við fáum hæfilegan púls hérna inn á stýriskautið. Þannig að þið voruð ekki með þessa klausu hérna, en þið áttu ykkur á þessu núna. Ok. Engar spurningar varðandi þetta? Engin spurning. Ok, þá höldum við áfram, skoðum hvað er meiri í þessu. Hérna er eitthvað aðeins tíðnibreyta. Við erum með mynd af tíðnibreyti fyrir 3-fasa skammhlaupsmótor og við erum að mæla spennuna milli punkta sem er merktur plus UDC og mínus UDC. Og það er ekki víst að þið séu með þetta nema í það er hérna plus UDC og mínus UDC. Þetta er á blöðunum sem ég lét ykkur fá daginn. Er þessi mynd nokkuð með í útprentuninni? Nei. Það er vegna að þið eru búin að fá þetta áður. Og hvaða spenna gæti verið hérna milli ef það er 400 volt hérna inn? Já, hvernig reiknum við það út? Það er, það er þessi kassi hérna, inn í þessum kassa eru 6 díóður og þetta er bara 3-fasa aðriðun. Og ef við erum með 400 volta spennu hérna inn, þá fáum við bara 540 volta spennu milli hérna plus og mínus. Og við skulum skoða hérna þá þessa hérna mynd að mælirinn stiltur á DC, við erum að taka það fram
vegna þess að þetta er jafnspenna og þá búumst við 540 volt jafnspennu. Og svo er spurt hérna í B, hvar tengist mótorinn við tíðnibreytin á þessu fylgiblaði sem við skoðum hérna? Nei, þessi sem við erum að skoða varðandi tíðnibreytin. Nei, þetta er púlsvítarmótun með 6 IGBT transistorum. Það er þessi hérna. Þetta er við erum farnir úr hérna DC stýringu yfir í AC. Við erum að búa til reiðströmm með þessu hérna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 insulated gate bipolar transistorar í þessu hérna. Og þess vegna þurfum við fyrst að fá afriðunina hérna, fá 540 volt spennu á stýringuna, á þéttabankan okkar hérna, til þess að geta unnið úr því, þessum 540 volt jafnspennu, og búa til svona púlsa til þess að búa til 3 fasa spennu fyrir mótorinn. Og þetta er kölluð púlsvítarmótun, P12M, Pulse Width Modulation. Þessi aðferð sem ég var að spyrja í síðasta prófi líka. Ok, og hérna á þessu spjaldi á teikningunni, og skulum skoða það, þetta öfugt og tvöfalt, hvað þetta tengist. Það tengist sem sagt hérna áfram, þessari mynd hér. Líklega neðar hérna, já, að spennan kemur hérna áfram frá útgangsrásinni og það er hérna sem mótorinn tengist U-VAF og 2V á þessu svokallaða relay card nálægt því. Og þetta er hérna spenna sem að inniheldur gríðarlega háa tíðni. Og þess vegna þurfum við að setja skermaðan streng frá tíðnibreytinum yfir á mótor. Ok. Og eitthvað meira hérna í þessu, við hérna vorum með aðra spurningar, það er líka hérna C-liður, og hérna sjáum við líka hvernig spennan getur litið út frá svona útgangi. Þetta, ég hef sýnt ykkur svona myndir en nákvæmlega svona mynd þyrfti maður að gera með mótorinn frátengdan. En þannig að mótorinn hann tengist við 2V á relay card sem tengist milli 2 IGBT í hverjum fasa í brúnni. Og spennaninn heldur mjög háar tíðnir sem sagt. Og C-liður, hvaða íhlutir mynda áriðana hluta tíðnibreytisins á fylgiblaðinu og hvaða íhlutir eru þetta? Þetta eru sem sagt, það eru 6 íhlutir hér, 6 IGBT transistorar, þeir eru merktir TM1, TM2 og TM3. Það eru sem sagt 2 í pakka, TM1, TM2 og TM3. Þeir mynda áriðunar hlutan, búa til þessa 3 fasa spennu með púlsvítarmótun. Hér, hér og hér. Það er sem sagt, þetta er svar við C. Þau eru komin með það á hreint. Þá erum við held ég búin með þetta efni. Og svo er hérna 4, hér er eitthvað íhluti að það er hérna spurning A, við erum 4.1 mynd sýnir niðurstöður tveggja mælinga á sama týrstótnum í hvernig ástandi er týrstórin og hér erum við með overload og hérna erum við með 0,6 volt þegar við tengjum hérna við hann. Hann verðist verið í lagi því að hann sýnir spennufallið í leiðinni þegar að stýriskautið er tengt við 1,5 volta spennu rafhlöðu og ef hann fær ekki stýristraum leiðir hann ekki og þá sýnir mælirinn
overload, þetta hérna. S1 er ekki tengdur. Þess vegna sýnir mælirinn ekki neina spennu. Þetta er þá digital mælir sem er á díóðu stillingu. En síðan ef við tengjum með S1 inn á stýriskautið, stýrispennu, þá ættum við að fá hérna leiðin í gegnum hann og fá hérna þetta spennufall yfir hann. Það er svarið við þessu. Allt klárt með það. Þá er þetta komið og þá er það næsta efni sem við förum yfir hérna. Það er svörin í þessu hér. Að við hvaða punkta tengist vinnuspenna tíðnibreytisins. Ég ætla aðeins að stækka þetta hérna upp svo við sjáum þetta betur. Og það er hérna L1, 2 og 3, þriggja spennu. Það var hérna, við erum að tala þessa mynd sem við vorum að skoða hérna áðan. Nú við. Já, er hún að koma fram hérna. Það er þessi hér. Það er þessi hérna. Það merkt hérna L1, 2 og 3. Það er þessi hérna, þessa mynd sem að við verðum að spyrja út í. Og síðan hérna meira að hvað er RFI filter og hvað er áttu með því að hann sé optional. Þetta hérna, RFI filter optional, þetta er truflana deyfing og það er hægt að ráða því hvort að hún er tekin með eða ekki þegar að tíðnibreytirinn er hérna keyptur. RFI stendur fyrir Radio Frequency Interference og optional þýðir að þetta er síða sem fylgir ekki venjulega með, þau þarf að óska sérstaklega eftir henni. Það er hægt að komast að án hennar en þá er hægt á truflunum út á netið. Til hvers er sögurofinn RL1 og kassin sem er relay card. Sko þetta hérna, það relay card hérna og þessi segurofi, þetta hefur verið, þetta er tekið hérna í gegnum viðnám hérna og þessi búnaður, hann er til þess að hægja á upplestustraum þéttana á DSI-linknum að þegar straum er hleypt inn á tíðnibreytin og RL1 kemur inn þegar að hitavirknings- og eyðibreytilegum mótstöðunum er og þar með tímasenkun og hefur áhrif inn á stýrarásspólu fyrir RL1 og neðri hluti kortsins er einnig straummæling eða current measurements sem er sýnt hérna hérna þessi hluti, current measurements kemur hérna fram. Ok, þannig að þetta er það og síðan er spurt hvað er innihald DB1, þetta er þryggjafasa afriðill eins og þessi hér og þetta er þessi kassi hérna DB1, þetta er rectifier, það var hann sem við skoðum líka áðan og spenna milli pluss og mínus, þetta er sama og við vorum að spá í áðan, 540 volt og þetta er C7 og C8 hérna inn í þessu, þetta er aðal þéttabankinn, þetta er á þessari mynd hérna er C7 og C8, þetta er aðal þéttabankinn fyrir útgangsrásina og þeir geyma raforku og gefa hana þegar þörf er á henni. Mótstöðurnar R4 og R5, þetta er til þess að afhlaða þéttana hægt þegar að spennan er tekin af tíðnibreytinum. Þær eru hérna R4 og R5, þær eru hliðtengdar yfir þéttana.
það er til þess að spennan fari af svo að sé hægt að til dæmis gera við eða eitthvað slíkt. Og svo er þetta spólurnar sem að hérna í spurningu 8. Þær eru til þess að hægja á straumbreytingu í straumrásum að mótorsins. Þetta eru spólurnar L4, 5 og 6 og L2 og 3 hægja á straumbreytingum inn á þéttabankana L2 og 3. Þetta er líka hátíðni gildra L2 og 3. Það er þessi hérna L2 hérna megin og L3 hérna. Þetta er líka hátíðni truflana deyfing, því að spólurnar eru náttúrulega mikið viðnám við háa tíðni svo að það fari ekki út á netið. Og svo var spurt hérna TM1, 2 og 3 og þetta myndar áreiðunarrásina og þetta eru þessar blokkir hérna TM1, TM2 og TM3 og það eru 2 IGBT transistorar í þessu með díóðu öfugt tengda yfir til þess að leiða spannstraum frá mótor. Og hér er sem sagt svo 10, það er IGBT transistor ásamt díóðu yfir hverjum transistor. Og 11, þetta var spurning um hemlunarmótstaða til þess að eyða hemlunarorkunni og hún er staðsett hérna inni, RB, þetta er break hérna resistor og þegar að T8 hann er tilbúinn til þess að leiða ef að spennan verður of há hérna, ef að verður mikið hærri spenna heldur en 540 volt þá byrjar T8 að leiða og eyðir hemlunarafli í þessari mótstöðu hér. Ok, og mótorinn tengir síðan öfugt 12 volt og það vorum við búin að skoða. Síðan var stutt yfirlit yfir hálfleiðara og EGT og það voru þarna texti yfir þessa hérna íhluti og hérna var spurt hvaða íhlutir eru taldir upp í textanum og það hefur verið að telja upp díóður, týristóra og insulated gate bipolar transistora og í öðru lagi í hvaða hóp, 3 hópa má skipta afl hálfleiðurum. Og fyrsti hópurinn þarna í textanum, það var verið að tala um díóður, þar sem er 3 fasa rás sem að virkar í hlutina sem sagt. Þannig að það er bara vegna þess að það er 3 fasa spenna, hún rauninni opnar díóðurnar og það er það sem er að gerast hérna. Það er fyrsti hópurinn. Hópur 2, það eru týristorar og tríakar sem að stjórna opnun með stýriskauti en þeir þurfa sérstaklega stýrirás til þess að koma til þess að rjúfa rásina. Og síðastu hópurinn, það eru transistorar sem hægt að kveikja og slökkva leiðni gegnum svona transistora mjög hratt og það hefur leitt til þróunar á þessum IGBT transistorum. Nú, í þriðja lagi hérna það var spurt hérna hvað er átt við með bipolar Johnson transistor og þetta er venjulegur bipolar samskeyta transistor og fjórði hver kosturinn og hver gallinn við MOSFET transistorinn að í MOSFET þá er hægt að slökkva og kveikja mjög hratt en gallinn að hann gefur hátíðnitruflanir náttúrulega og of lágt straumþol. Þess vegna var bætt við bipolar transistor inn í þennan samsetta transistor hérna, insulated gate bipolar transistor, þannig að fyrri hlutinn á þessum insulated gate er sviðsáhrifa transistor og það er svona svipað eins og MOSFETin er. MOSFET er sviðsáhrifa transistor. Það er að segja spenna, það er rafsvið sem hefur áhrif á hvort hann er opinn eða lokaður. Þetta er ekki straumur eins og í bipolar transistornum, heldur rafsvið sem hefur áhrif á MOSFET. Og þannig að þetta eru kostir og gallar við MOSFET.
Í 5. lagi hvaða tvær gerðir transistora sameinar IGBT transistorin. Það er sem sagt sviðsáhrifa transistor í inngangi eins og MOSFET og útgangur er bipolar transistor. Það er sem sagt tvær tegundir, sviðsáhrifa transistor og bipolar transistor. Og svo í 7. lagi hverjir eru helstu kostir IGBT. Það er að það er hægt að slökkva og kveikja mjög hratt og þessi transistor þolir háan straum og þess vegna er hann notaður í útgangsrásum í tíðnibreytum fyrir mótora, hraðastýringar á mótorum. Og þá erum við komin í gegnum þessar spurningar og í næsta tíma þá förum við yfir gamalt próf.